Góða kvöldi, gott fólk. Gott að sjá ykkur. Við ætlum að lofa Guði saman. Halleluja. Við ætlum að setja auga okkur að hann. Og hafa væntingar til Guðs. Setja væntingar okkar að hann. Ekki á hljómsveitina. Ekki á einhvern í salnum. Heldur Guð. Amen. Takk Jesús. You are good to me.
Amen. Við höfum góðan Guð. Við höfum góðan Guð. Halleluja. Við ætlum að lofa hann í kvöld. Allir með? Allir með í því? Halleluja. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee, and I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder, 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 sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight for me. Sing a little louder, in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Halleluja. Takk Jesus. Halleluja.
Halleluja, halleluja. Við eigum stóran Guð, stóran og sterkan Guð, almáttugan, sem skapaði himinan og jörð. Hann skapaði svo stórt. Þetta svo mikið. Og við verðum að lofa hann og tilbiðja hann og upphefja hans hægilega nafn. Því að hann sá sem reisti okkur við. Hann reisi frá dauðum. Hann gaf okkur líf. Halleluja. Og við höfum að standa á því að þegar allt reynir að berja á okkur og það reynir að drepa okkur niður í hverju sem við erum, þá verðum við að standa á því að það Jesús sem sigurvegarinn og við stöndum að hans orði og þó við erum þreytt og niðurbeygð, þá það alltaf Guð. Það skiptir ekki máli hver við erum. Það skiptir máli hver Jesús og hvað hann í okkar huga. Halleluja. Í Jesaja 40 stendur: Veistu þá ekki, hefur þú ekki heyrt, Drottinn eilífi Guð, skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýgist ekki, speki hans órannsakanleg. Hann veitir kraft hinum þreytta, gnóan styrk honum þróttlausa. Ungi menn þreytast og lýjast og æskumenn hníga, en þeir sem vona á Drottinn fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp af vængjum sem ernir, þeir hlaupa og þeir lýjast ekki, þeir ganga og þeir þreytast ekki í Jesú nafni. Hvað sem á dynur, hvað sem hvernig sem heimurinn lítur út, þá það Jesús. Þá það Jesús. Halleluja. Ó, heilagi Faðir, ég bara þakka þér fyrir þína náð, þína miskunn, Drottinn. Ég þakka þér fyrir við getum treyst á þig, Drottinn minn, að þú lýgist ekki, þú þreytist ekki og þú gefur okkur nógan kraft, Drottinn minn. Hvað sem á dynur og hvað sem heilagi Faðir, þá þú þar ávallt með okkur í öllum okkar raunum. Það skiptir ekki máli hvar við erum stödd, Drottinn minn. Og ég lofa þú að tigna þú og upphefja þig, Drottinn minn, fyrir það, heilagi Faðir. Dýr sé þér, Drottinn, skapari himins og jarðar. Það ekki til neitt stærra en það að vera skaparinn. Halleluja, Drottinn. Bara upphefja þig, Drottinn minn, og lofa þig, Drottinn minn, fyrir að vera okkar heilagi skapari sem elskar okkur svo mikið að þú gafst allt fyrir okkur, Drottinn minn. Ég get ekki hætt að tönglast það og ég mun ekki hætt að tönglast það. Það bara þannig, heilagi Faðir. Og bara takk, Drottinn minn, í Jesú heilaga nafni. Og Drottinn minn, bið fyrir þeim sem eru hér inni, Drottinn minn. Ég bið fyrir þeim sem hefur átt sárt að binda, Drottinn minn. Og þau sem hefur bara verið með missir, veikindi, sjúkdóm, hvað sem það heilagi Faðir. Og bara leysum við það í Jesú nafni. Og heilagi Faðir, þú gefur þeim styrkin, þú gefur þeim kraftin, þú gefur þeim huggunina. Hvað sem á dynur, þá þú læknarinn í öllum okkar reynum. Fyrir anda, sál og líkama, Drottinn minn. Heilagi Faðir. Og bara takk, Jesús. Og Faðir, ég bið bara að blessa Ísrael, Drottinn minn, og ég mun ekki hætta því. Það bara þannig. Það stendur í orði þínu að við eigum að blessa Ísrael. Og ég mun ávallt blessa Ísrael, hvað sem Halleluja. Þú sem Faðir Abraham, Jakobs og Ísak. Halleluja, Drottinn minn. Bara blessun þín og frið, Drottinn minn. Og frið í öllum kringumstæðum, Drottinn minn, hvar sem það heilagi Faðir. Ó, Drottinn minn, við vitum samt að þegar þinn tími, hann alltaf að koma nær og nær og nær og nær. Og við sjáum það svo sterkt í dag. Hversu nær, en við eigum fyrirheitið í þér. Fyrirheitið að koma til þín, Jesús minn. Halleluja, takk, Drottinn. Takk, heilagi Faðir, í Jesú nafni. Halleluja, halleluja. Takk, Jesús. Halleluja.
Við ætlum að vera á miðvikudaginn með systrahóp. Við systur ætlum að hittast einu sinni áður fyrir upp í kirkjuleikot að hafa gaman. Við bara vona sem flestir bara gefi sér fært að komast upp í kot, en einmitt á næsta sunnudag þá ekki auðvitað samkoma að því við verðum flest upp í koti og lofa Guð það með öðrum kirkjum. Öll systkini saman að lofa Guð, hversu dýrmætt og frábært það. Halleluja. Yndislegt. Og munið svo í september við undirbúum okkur fyrir kick-off, biðja fyrir því og bara vera undirbúin fyrir það. Þetta verður svona kick-off. Þetta verður alveg frábært. Ég hlakka rosa til. Halleluja. Höldum áfram og lofum Jésu Krist. Halleluja. Amen.
sem þú, Jesús. Það enginn sem þú. Halleluja, Faðir. Það enginn sem þú, drottinn Jesús. Halleluja, Faðir. Takk, Jesús. Ég á mér von sem hefur birst í réttlæti og blóði Krist. Ég treysti ekki á heimsins glans, en set mitt traust á nafnið hans. Ég á mér von sem hefur birst í réttlæti og blóði Krist. Ég treysti ekki á heimsins glans, en set mitt traust á nafnið hans. Kristur minn, hornsteinninn, styrkur minn, frelsarinn, og bless hann Guð, drottinn alls. Virðist hulið andlit hans, þá veit að ég hans náðar fanns. Lífsins sól, ei veitir grið, þá held ég fast við akkerið. Þá held ég fast við akkerið. Kristur minn, hornsteinninn, styrkur minn, frelsarinn, og bless hann Guð, drottinn alls. Hann drottinn alls. Kristur minn, hornsteinninn, styrkur minn, frelsarinn, og bless hann Guð, drottinn alls. Kristur minn, hornsteinninn, styrkur minn, frelsarinn, og bless hann Guð, drottinn alls. Kemur hann í dýrð að sjá, í honum viljum vera þá. Í klædd hans náð og réttlæti, saklaus við hans hásæti.
Ég elska þig, því þín miskunn aldrei bregst mér og sér hvern dag ég í hendi þér sér hvern morgun ég vakna þar til ég sofna á ný og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Allt mitt líf þú trúir þín og allt mitt líf þá get ég treyst á þig með hverjum andardrætti mínum og þá ég syng góðvilja Guð og röddin þín gegnum eld hún hefur leitt mig og þá mig nótt þú ert nær mér en aldrei hjálpar ekki þig sem föður ég þekki þig sem vin
þínu og allt mitt líf þá get ég treyst á þig. Hverjum andardrætti mínum og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Allt mitt líf þú trúr þínu, allt mitt líf þá get ég treyst á þig. Með hverjum andardrætti mínum og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Takk Jesus, takk Jesus fyrir þitt góðvilja. Takk Jesus, takk Jesus. Takk Jesus, takk Jesus. Halleluja. Takk Jesus, takk Jesus. Halleluja, Jesus. Heilagi Faðir minn, við þakkum fyrir þína nærveru hér í dag, Drottinn minn. Við þakkum fyrir það að þú ert hér mitt á meðal okkar, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir minn. Faðir minn, ég bara þakka þér fyrir að þú ert að snerta við hjörtum okkar hér í dag, Drottinn minn. Faðir minn, ég þakka þér fyrir það orð sem þú hefur gefið mér, Drottinn minn, og ég biður bara að smyrja varir mína þegar ég tala út þitt orð hér í dag, elsku Drottinn. Takk, elsku Faðir minn. Takk, elsku Drottinn, að þú ert læknarinn. Þú ert sá sem læknar og leysir og endurreisir, Drottinn minn. Takk, elsku Faðir, fyrir þinn faðm sem alltaf opinn, elsku Drottinn minn. Takk, elsku Faðir, í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Gott að sjá okkur. Held ég þekki alla, en fyrir þá sem ekki þekkja mig þá heiti ég Ásdís og gott að sjá ykkur. En mér langaði í dag að tala vonina. Von í dag, von alla daga og það alltaf von. Það alls konar búið að vera í gangi hjá rosalega mörgum og við þekkjum marga sem hafa verið að glíma, margir, já. Þannig að þetta búið að vera svolítið svona ofarlega í mínu huga. Og vitið, eins og við höfum svo oft rætt og sagt, það skiptir ekki máli hverjar aðstæður þínar eru í dag eða hvað það sem þú ert að takast á við. Við komum öll saman hér í hús Drottins til að lofa hinn eina sanna. Af því að það hann sem gefur okkur von alla daga. Og vitið, í sérhverjum aðstæðum með Guði sagan ekki að fullu sögð fyrir en Guð segir henni sé lokið. Það alltaf von. Og undanfarnar vikur eða daga og vikur hefur þetta lag sem við sungum áðan, Reisa Halleluja, verið svona mikið á mínu hjarta. Og ég baði Eygló sérstaklega að við myndum syngja það hér í kvöld. Og svo seinna í vikunni talaði ég við Eygló og fékk frá henni þar sem að hún var búin að leita Drottins og þau lög sem að Guð hafði lagt henni á hjarta að vera með hér í kvöld. Að við sungum góðvild Guðs, við sungum Jesú, við sungum hornsteininn sem stendur alltaf þegar allt annað skelfur og við sungum Reisa Halleluja. Vitið að Jesú stendur stöðugur alltaf. Við getum alltaf treyst honum og það alltaf von, líka í storminum. Og í kvöld langaði mig að við myndum skoða Sálm 42. Og ef maður skoðar hann þá sér maður að þetta ekki sálmur sem skrifaður af mannesku sem á rosalega auðvelt með allt. Þetta sálmur sem skrifaður af mannesku sem glímir, að ströggla. Mannesku sem syrgir, mannesku sem hefur spurningar og finnur fyrir þunga, en mitt í öllu vona á Guð.
Og mögulega hafa einhverjir kynnst því að vera á dimmum stað. Ég held að við flest okkar höfum gengið í gegnum alls konar. En við vitum ekki alltaf hvernig áform Guðs birtast í lífi okkar. Við getum öll við erum svolítið dugleg svona í upphafi árs að setja okkur markmið og öll höfum við einhverja drauma og þið viti hvernig þetta er. Plön og markmið með lífið og ákveðnar hugmyndir hvernig við viljum að hlutirnir fari. En við vitum ekki alltaf hvaða verkefni lífið færir okkur á morgun. Og við vitum ekki hvaða aðstæður býða okkur handan við hornið. Og stundum vitum við ekki einu sinni hvernig bara við lentum á þeim stað sem við erum. Í Sálmi 42, vers 1 og 3 segir: Eins og hindin þráir vatnslindir, þráir sál mín þig, ó Guð. Sál mín þyrstir eftir Guði, hinum lifandi Guði. Hvenær mun ég fá að koma og birtast fyrir augliti Guðs? Þannig byrja að tala sálina og höfundur sálmsins að lýsa andlegu, tilfinningalegu ástandi. Og þessi sálmur minnir okkur á að við erum ekki bara einhver hugsandi, við höfum tilfinningar. Og Guð skapaði okkur þannig að við getum fundið fyrir gleði, voninni, sársaukanum og sorginni. En þess vegna talar þessi sálmur svo opinskátt það sem að ólgar inni í sálinu okkar. Og við getum upplifað sorg, upplifað gleði, ótta og von. En í versi 4 segir: Tár mín urðu fæða mín dag og nótt, af því að menn segja við mig allan daginn: Hvar er Guð þinn? Og þetta eru mjög mannleg orð. Þetta er ekki orð mannesku sem með allt á hreinu. Þetta eru orð mannesku sem þráir Guð en finnur samt fyrir þunga. Finnur fyrir sorginni og er með fullt af spurningum. Og það sem ég finnst svo fallegt við þennan sálm er að Guð felur ekki baráttuna. Hér lesum við orð mannesku sem er buguð, sorgmædd og glímir við innri átök. Og vitið, það er ekki skömm í því. Þvert á móti, þá leyfir Guð þessum orði að standa í ritningunni svo að við getum lesið þau í dag. Og kannski er það einmitt þess vegna sem að þessi sálmur tala svona sterkt til okkar í dag. Því að það eru ennþá svo margir í dag sem að glíma við sorg, við kvíða, við fíkn, við þunglyndi, einmanaleika og allskyns innri baráttu. Og ég held ef að við höfum ekki verið á þeim stað, þá allavega þekkjum við einhvern sem hefur verið á þeim stað. Ég á mjög góða vinkonu sem hefur verið að ganga í sínum stormi í mjög mörg ár. Og hún hefur þurft að berjast fyrir sínu lífi og hún sýndi mikinn kjark með því að leita sér hjálpar. Hjá læknum og öðrum fagfólki sem að aðstöðu hana við að ná tökum á lífi sínu aftur. Og aftur langar mig að segja skýrt, það er engin skömm í því að biðja hjálp. Það þarf kjark og það þarf auðmýkt til að viðurkenna: ég þarf hjálp. Það er ekki veikleikamerki, það er styrkleikamerki. Og við höfum aldrei að þreytast á að leita Guðs. Aldrei að þreytast á að biðja. Og við höfum aldrei að sleppa voninni. Því að Guð bregst okkur ekki. En við þurfum líka að muna að Guð vinnur oft í gegnum fólk. Hann hefur gefið okkur lækna, sálfræðinga, fagfólk, vini, fjölskyldu og samfélag. Og þess vegna eigum við ekki að vera hrædd við að biðja Guð hjálp né þiggjana frá því fólki sem hann sendir í gegnum annað fólk. Hvort tveggja getur verið hluti af leiðinni sem Guð notar til að leiða okkur áfram.
En svo eru aðrir sem að heyra alls konar raddir. Raddir sem segja, þú ert ekki nóg. Þú átt ekki heima hér. Eða það er ekki hægt að hjálpa þér. Þú ert komin á langt. Þú ert bara byrði. Hefurðu tekið eftir því að stundum er mesta baráttan ekki það sem er að gerast í kringum okkur, heldur það sem er að gerast í huganum okkar. Og stundum þegar við vöknum á morgnana koma allskyns hugsanir. Hugsanir mistök, áhyggjur á morgundeginum, ótti, sorgin og vonleysið. Og allt of oft leyfum við þessum hugsunum einfaldlega að ná að tala til okkar. En ef við skoðum svo aðeins lengra í Sálmi 42, þá sjáum við að það verður ákveðin breyting. Og fram að þessu var verið að lýsa því sem að viðkomandi var að upplifa og finna fyrir. En svo snýr hann sér allt í einu að eigin sál. Segir, ég bugast af sorg ég minnist þess sem var þegar ég fór fyrir fylkingunni. Fór fyrir þeim sem héldu að húsi Guðs. Með gleði hrópum og lofsöng í fagnandi hátíðarskara. Hví ertu buguð sál mín og ólgar í mér? Vona á Guð. Því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði augliti minns og Guð minn. Þannig er eitthvað að breytast. Hann hættir að láta ótta tala. Hann hættir að láta vonleysið tala og byrjar að tala sannleika Guðs inn í eigin sál. Það er eins og hann segi, sál mín, hlustaðu aðeins á mig. Ég veit þú ert þreytt, ég veit þú ert sár og ég veit þú skilur ekki allt, en í dag ætlum við að vona á Guð. Í dag gerum við þetta saman, við ætlum að vona á Guð í dag. Og við í dag ætlum að setja von okkar á Guð. Vitið að það er munur á því að vera í stormi og því að vera stormurinn. Og það er munur á því að upplifa myrkur og vera myrkrið. Þið vitið að það getur verið virkilega raunverulegt myrkur í kringum mig og raunverulegar áhyggjur í kringum mig. En ég er ekki skilgreind af myrkrinu sem ég gengi í gegnum. Ég er ekki skilgreind af óttanum sem ég finn fyrir. Og ég er ekki skilgreind af storminum sem ég er í. Af því að Jesús er ennþá með mér í sögunni og ég ætla að setja von mín á Guð. Og þetta er sagan sem að við þurfum að segja okkur sjálfum. Stundum erum við bara á þeim stað að segja ég er ekki í lagi og það er allt í lagi. En við ætlum ekki að setja punkt þar. Við eigum það nefnilega svolítið til að setja bara punktar. Stundum erum við þreytt, sorgmætt, spurningar, fullt af spurningur sem við fáum ekki svör við. En það er ekki öll sagan. Því að þó ég og þú séum ekki í lagi, þá er Jesús í lagi. Jesús hefur ekki mist stjórnina. Hann er ennþá í dag og í gær sá sami. Hann situr í hásætinu. Hann er góður. Og Jesús er hér í dag. Og þess vegna eigum við vonina í honum. Í 1. Jónasarbréfi segir í 4. kafla 18. versi stendur, ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttann. Ég held að ótti sé oft eitthvað sem að ólgar innra með okkur. Ótti við framtíðina, ótti við missi, við veikindi, ótti við að vera ekki nóg. Kannski ótti við að mistakast. En Guð býður okkur ekki fyrst og fremst svar við öllum spurningunum sínum, nei okkar. Hann býður okkur elsku sína. Og þegar við skiljum að við erum elskuð af Guði, þá missir óttinn tökin.
og vonin fær aftur pláss í lífum okkar. Sum ykkar hafa verið að biðja, sum ykkar hafa jafnvel verið að leita Guðs og einhverjir eru að bíða eftir breytingum en samt vöknuðu þið í morgun og þið upplifið sama myrkrið, sama vonleysið, sama þungan og sömu spurningarnar. En þegar við lesum Sálm 42 þá sjáum við að þetta ekki ný barátta. Það hljóma þessi orð aftur, hví ertu bugu sál mín, vona á Guð. Og þegar að meira segja við höldum áfram í Sálm 43, þar sjáum við þessi orð koma aftur. Vegna þess að Guð veit að við þurfum að heyra þetta. En hvað ef ég vakna á morgun og myrkrið ennþá til staðar? Settu vonin á Guð. En hvað ef ég þarf að gangi í gegnum alla vikuna svona? Settu vonin á Guð. Settu vonin á Guð alla daga. Einn dag í einu, eitt skref í einu, eina bæn í einu. Haltu áfram að ganga í átt að ljósinu og kannski er það sem Guð vill minna okkur á í gegnum þennan stað. Að koma út úr felustaðnum, stíga fram í ljósið, leita sér hjálpar, rjúfa skömmina og rjúfa þögnina. Guð stendur ekki í myrkrinu og kallar okkur dýpra inn í það. Hann kallar okkur í átt að ljósinu og þar getum við sett von okkar á hann. Og það eru jafnvel einstaklingar hér í dag sem eru bara að upplifa sig ekki í lagi. En aftur, það er allt í lagi að vera ekki í lagi. En ekki setja punkt þar, því að það er ekki all sagan. Af því að Jesús er í lagi. Jesús er ennþá hér. Hann hefur ekki mist stjórnina. Hann situr ennþá í hásætinu. Og hann veit að þú ert hér í dag. Hann veit nákvæmlega hvað það er sem að þú ert að gangi í gegnum. Og aftur, hann kallar þig ekki í átt að myrkrinu. Hann kallar þig í átt að ljósinu. Og þegar þú stígur þetta skref í átt að ljósinu, myndu uppgöta að Guð gengur með þér. Og við sjáum ekki alltaf allt í dag. Við sjáum ekki alltaf lausnina og við sjáum ekki alltaf hvað næstu dagar bera í skauti sér. En Guð er hér og hann segir í Sálmi 118, það segir í Sálmi 118, versi 17, ég mun eigi deyja, heldur lifa og kunngjöra verk Drottins. Guð hefur ekki yfirgefið þig. Hann er með þér og einn daginn muntu segja sögu og geta sagt trúfesti hans. Sálmur 42 kennir okkur líka lofgjörðina. Að það þarf ekki að bíða eftir því að stormurinn sé búinn. Í versi 9 segir, daga bíður Drottin út náð sinni og nætur syngi honum ljóð, bæn til Guðs lífs míns. Hann segir ekki þegar nóttin er liðið mun ég syngja, heldur nætur syngi honum ljóð. Og viti, allavega hef ég upplifað að stundum á nóttinni verða áhyggjurnar meiri. Sorgin verður þyngri, spurningarnar verða háværari, en mitt í myrkrinu velur hann samt að syngja. Velur samt á þessum stað að lofa Drottin. Og mörg okkar þekkjum söguna Pál og Sílas í fangelsinu. Þeir voru lamdir og hlekkjaðir og lokaðir inni. Og samt segir ritningin að miðnætti hafi þeir verið að biðja og lofa Guð.
Þeir voru ekki að syngja því að aðstæðurnar voru svo góðar. Þeir voru að syngja því að Guð er ennþá góður. Og þegar þeir lofuðu Guð þá skalf fangelsið. Guð er ennþá sá sami í dag. Guð getur okkur gefið okkur styrk á okkar dýpstu og dimmustu stöðum. Og í lofgjörðinni, að koma í lofgjörð til Drottins, þegar við erum á þessum stað, þá er bara eins og hann lyfti svona byrðum. Hann gefur okkur von. Og það er svo merkilegt að í lofgjörðinni það kannski breytast ekki aðstæður bara svona með að við erum að lofa Guð, en það breytist eitthvað innra með okkur. Við höldum áfram að lofa Drottinn og við höldum áfram og við veljum að treysta honum. Ekki vegna þess að við sjáum breytingar strax, heldur vegna þess að við vitum hver heldur líf okkar. Og smá saman fer eitthvað að breytast. Ekki endilega vegna þess að stormurinn hverfur strax, heldur vegna þess að nærvera Guðs er stærri en stormurinn. Og vonin verður stærri en óttinn. Og sannleikurinn verður stærri en lygin. Og lofgjörðin verður sterkari en myrkrið. Við ætlum að fá lofgjörðinu upp og við ætlum að enda þessa stund á því að lofa Guð saman í laginu sem við sungum áðan, Reisa Halleluja. Og áður en við syngjum þetta lag saman, þá langar mér bara að segja eitt. Það eru einstaklingar sem eru þreyttir. Sumir bera sorg. Aðrir eru að glíma við ótta. Og sumir jafnvel eru í aðstæðum sem þeir skilja ekki. Og sumir með ótal spurningar sem við fáum ekki svör við. En við ætlum ekki að lofa Guð af því að stormurinn er búinn. Við ætlum ekki að lofa Guð af því að allar spurningar við höfum fengið svör við öllum spurningum. Við ætlum að lofa Guð vegna þess að hann er ennþá Guð. Vegna þess að Jesús situr ennþá í hásætinu. Og í miðjum storminum, í miðjum spurningaflóðinu sem við höfum til hans, í miðjum myrkrinu, vegna þess að dauðinn hefur ekki síðasta orðið, vegna þess að vonin sem við eigum í Jesú Kristi er meira en allt. Í vonin sem við eigum í Jesú er meiri. Og mér langar að hvetja okkur öll þegar við syngjum saman þennan söng hér á eftir, ekki bara lesa textan og syngja með, trúum þessu, tölum þetta og syngjum þetta yfir líf okkar og líf fjölskyldunar okkar. Rekum í burtu óttan, rekum í burtu kvíðan, rekum í burtu sorgina, stöndum á því orði sem að Guð segir. Við eigum vonina í Jesú Kristi og við stöndum á henni. Þannig ég hveti ykkur til að koma þetta fram eða sitja í sætunni eða hvar sem viljið. Lofum hann í dag. Lyftum upp nafni hans og syngjum þetta saman. Amen. Amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven
strong. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a